það svakalega góð lykt. Baka, taka 3 eða 4. Hæ kæru vinnir. Í dag ætla ég að búa til fyrir ykkur bigos. Ég veit ekki hvort að ég á að segja það þannig en kannski ef það eru einhverjir pólverar að horfa, þið kannski getið annarkvort sendt mér hljóðdæmi eða hvernig á að segja þetta. En þetta bara fyrir ykkur pólverana, ef það eru einhverjir að horfa, að þetta svona mitt take á það. Því ég fann ekki það eitthvað pólsk pulsa í þessu, þannig að ég með aðrar pulsur og svona, þú veist, bara, þetta svona veiðimanna pottréttur. Teljum í, hvað í þessu? Salt, pipar, einhvern veginn sveppir, shimei sveppi, venjulega sveppi, 2 laukar, lárviðarlauf, þurrkaðar pulsur, eða svona eldstafir. Það ætti ábyggilega að virka með þessu. 1 svona chili, olía, sólblóma eða hnetu eða eitthvað slags. Bacon, þeir eru ekki með bacon, þeir eru með svínaöxl. En ég átti baconin í frysti. Rjóma, kjúklingasóð keypt. Ég átti ekki. Ég á oft inn í frysti, bara svona kjúklingasóð, en ég átti ekki, þannig að sökum tíma þá keypti ég. Ekki dæma mig. Please. Þá byrjum við á þessu. Hérna. Áður en ég geri eitthvað, þá ætla ég að henda þessum inn. Þetta hérna. Hítum þetta aðeins. Skurðarbretti. Það ekki að sjá þetta almennilega, jú, svona. Og setjum svona 2 litla lauka, eða þú veist, það líka þetta að nota bara 1 stóran. En aftur, ég átti bara 1 lítinn. Smátt skorið. Svo fer þetta bara allt beinustilega út í. Það er bara svona, það er bara rétt að verða mjúkur, laukurinn. Nú laukurinn komin í, og þá tilvalið að fara á Instagram. Kristinn Soð. Það hægt að læka og deila og sharea og eitthvað svona. Laukurinn þarf aðeins að mýkjast. Hvað næsta? Það hérna baconið. Fá svona alls konar stærðir og gerðir af þessu. Herri já. Það er að koma litur á þetta, þá ætla ég að henda þessu út á. Það hækka hitann núna, því að baconið hrikalega kalt. Og það líka bara kalt hérna uppi. Ég veit ekki hvort þetta sé nógu stór pottur, en ég ætla að reyna að fá lit á baconið. Þannig ég ætla að leyfa því bara að liggja núna. Næst ætti ég að skera þessar pulsur. Þessi hérna, þetta reykt pulsa. Chili pulsa. Og bara skera þetta lítið og bragðið af þessu fer síðan í réttin. Þú veist, öll fitan og allt þetta. Þetta vetur. Þetta bara tilbúið. Ég hef hrikalega trú á þessum rétti. Höldum áfram. Hendum hérna út í pulsunum. Leyfum þeim að svitna að ofan í. Og svo það bara sveppirnir. Ég ætla bara svona fjórðunga á þá. Líka þetta að nota þurrkaða sveppi.
Þá setjið þið bara sjóðandi eitt vatn ofan á þurrkuðu sveppina. Leyfið því að vera í í smá stund eða þangað til að þeir eru búin að sjú upp í svo og þeir eru orðnir bara svona spönsaðar aftur. Og ekki henda því í vatni, heldur setjið vatnið hérna úti. En ég er ekki með þurrkaða sveppi, ég átti ekki svolítið, svona. Ok, ég skal lofa ykkur að það er svakalega góð lykt hérna. Já, nú eru þessi sveppir að sóka upp í olíunni og sem gefa það djús og eftir líka. Svo ætla ég að setja nokkra svona. Rífum það bara úti. Alls ekki þegar þeir eru að þrífa sveppi, aldrei að þrífa þá með vatni. Af því að þetta eru náttúrulega bara svampar og þeir eru eftir að sjúga upp í sig allt vatnið og verða ógeðslegir. Herru, nú er ég búinn að skera allt. Þá getur þetta bara tekið hérna yfir. Og næsta sem fyrir út í er hérna svona soð. Smá af þessu. Svo vatn. Svo fer rjóminn út í. Uppáhald allra. Svona eitthvað. Svo náum við upp suðunni og látum það bubla í rólegheitum bara yfir lágum hita í svona 45 mínútur. Leyfa þessu svona að ridúsast, eins og það segja á fagmálinu, eða hvað sem minnka, eða ég veit ekki eins og hvað maður segir. Ég lofaði ykkur að það væri lárviðarlöf í þessu. Ég ætla ekki að svíkja því. Svo ætla ég að setja heilan helling af svörtum pipar. En þessi réttur er ekta réttur sem þú getur gert eiginlega bara hvernig sem er. Þú getur svona næstu því bara að ráði hvað fer út í hann, eða svona, þannig séð. Lækkum það eins og hitana. Tökum síðan tíman, 45 mínútur. Ok. Þetta er bara tilbúið. Og voðalega ætlar að bubla lengi. En þið sjáu að hérna, held ég að vona, já, þið sjáu það núna. Þið sjáu að það er búið að lækka svakalega í vatninu og þetta er allt komið hérna í svakalegt stú og ég ætla bara að smakka. Þetta er borið saman með brauði. Góðu brauði, þetta er svona dökkt, þykkt brauð til þess að svona dippa upp sósuna. En hefur ekki bara smaka? Þetta er matur að mínu skapi, sérstaklega núna, það eru einhverjar -4 gráður úti og þá þýðir það að það sé bara næstu í jafn kalt og þegar það er -12 gráður heima eða eitthvað. Og reykurinn er reyktu pulsunni, chilipulsan, chili, þetta er alltaf kikk í gegn. Mjúku sveppirnir koma svo inn á milli. Ég skil akkur þetta er kallað veiðimanna rétturinn. Takk fyrir að horfa og þið sem eru nýir endilega likeið og bara þið öll
Lækið, deilið og séð. Þeir sem eru ný, lækið kannski svo. Nema þau séu að horfa á þetta sjónvarpsins Símans. Þá bara mæli ég með að þið binge-watcha þetta allt saman bara. Horfið á þetta allt saman í einu bara. Það ekki verra. Þið, hörðu, gömlu, getið kommentað hérna undir hvað þið myndu vilja sjá. Bara, þið nýju líka. Viljið þið sjá bók? Viljið þið sjá einhverja öðruvísi seríu heldur en ég bara hérna upp á lofti? Viljið þið podcast? Meiri live útsendingar? Hvað er það? Segðu mér, kommentið þetta fyrir neðan og það má bara vera specific og bara ekki. Ég þakka fyrir mig enn og aftur, bara þvílíkt ánægður að þið nennið að horfa á þetta bull í mér hérna upp í stúdíónu mínu. Þannig að ég bið ykkur bara vel að lifa. Sjáumst.